jákvæður, góður boðskapur frá Þorgrími Þráinssyni sem að kannast vel við sig í þessu umhverfi, hefur verið að vinna með unglingum í áratugi. En það voru ekki allir hrifnir, nei, því þau stíga fram hérna karlmennsku hjónin, karlfeministinn Þorsteinn Vaff Einarsson og Hulda Tölges. Og Hulda og Þorsteinn hjóla í Þorgrím Þráins, kalla hann risaeðlu og forréttinda fyrtan karl. Jesus. Og við skulum hafa það í huga, þetta sem sagt út frá þessu Instagram-vídeói, þessari klippu sem við vorum að horfa á, það út frá henni þá fella þau þennan dóm. Þau segja, hann að heimsækja grunnskólabörn og miðla til þeirra einhvers konar eitraðri jákvæðni. og einstaklingshyggju lífsgildi sem eru beinlínis skaðleg. Og lausnina við auknum kvíða, óöryggi og krefjandi aðstæðum barna í dag sækir Þorgrímur beint úr smiðju 1960. Já, í stuttu máli það bara engin snjallsímar undir 14 ára aldri, engin samfélagsmiðlur undir 16 ára aldri, símalausi grunnskólar og aukin hreyfing og útivera barna og ungmenna. Þetta hræðilegt. Auðvitað, hvað geti klikkað með þessari töfra lausn, spyrja Þorsteinn og Hulda. Þorgrímur Þráinsson fæddur 1959 með stúdentspróf og 1 árs nám á bakinu í frönsku. Síðan hefur hann alls konar flotta reynslu og skrifað fullt af bókum. En þetta raunverulega það sem börn eiga þurfa að hlusta á? Lífsskoðanir og forneskjulegar hugmyndir miðaldra rithöfundar með enga haldbara menntun á sviðinu sem hann að tjá sig Veit Þorgrímur Þráinsson hvað konur þurfa að leggja mikið á sig til að öðlast credibility og fá plattform til að tjá skoðanir sínar? Hversu margar konur fædda 1959 með stúdentspróf séu jafn mikið að A. tjá sig málefni sem B. þær eru ekki sérfræðingar í og C. hafa jafn mikið plattform til að miðla? Sennilega engin. Aldrei. Þetta ábyrgðarlaust, forréttindafyrt, eitruð jákvæðni, elur á einstaklingshyggju og yfir höfuð skaðlegt. Skaðleg karlmennska ef þið viljið. Já, þetta það. Þetta niðurstaða. Þetta niðurstaða þeirra hjóna úr þessari klippu þar sem að Þorgrímur Þráinsson talaði vandamál ungmenna og hverjar væru lausnirnar við því. Hulda og Þorsteinn sögðu Þorgrímur vera risaeðlu og forréttindafyrtan karl. Spyrðu hvaða forsendur hann hefur, þetta að vera að fara yfir aftur það sama. Krakkar eru kviðnir, þeim líður illa, það vitum við allir. Já, krakkar sem eru kviðnir, þeim líður illa, það vitum við. Ætli þeim líði ekki miklu betur eftir að hlusta á forréttindafyrtan karl, benda þeim á að hætta að væla og vera fórnarlamb og setja sér markmið. Ætli þeim líði ekki betur þá? Hulda og Þorsteinn segja mikilvægt að gera ekki lítið úr þeim krökkum sem þurfa á lyfjum að halda. Eins og hann sé ekki að gera lítið um. Guð minn góður, hvað þetta skelfilega skaðlegt. Forréttindafyrt, óábyrgt, litað vanþekkingu og fordómafullt. Eitruð jákvæðni hjálpar engum, nema í besta falli einum manni sem hefur af því tekjur. Já, það nefnilega það. Vá. Hversu rotið teik getur þið tekið á uppbyggilegan boðskap fyrir börn í vanda? Þetta er sérstakt, þó er ekki verið meira sagt. En ég sé reyndar að þessar athugasemdir Steina og Huldu falla nú að því virðist bara í grýttan jarðveg, svona hjá þeim sem að taka þrátt í kommentíkan. Kannski eru það náttúrulega bara allt einhverju broadcast inselar sem eru þar að skrifa. Pottet. Og þannig að það virðist vera snúið að vera karlfeministi á Íslandi í dag. Getum við ekki verið sammála að það sé mögulega verið að dæla of mikið af pillum í fólk? Og þetta fólk að krakkar sem þurfa pillur, en... Ég veit það ekki, Ísland áreindar heimsmetið. Já, ok, erum við bara í heimsmetið? Já, ok. Með heimsmet, það er hvergi í heiminum eins mikið af pillum sem er skrifaðar á börn og ungmenni, En það þarf samt ekki að þýða að við séum eitthvað í ruglanu. Nei. Það er alls ekki. Heldur að sé hjálplegt að vera stöðugt í fórnarlamba gír? Já, það hefur allavega gefið góða raun fyrir marga undanförnum árum sem hafa lyft sér upp fræðar og svona til skamstíma allavega. Við höfum eftir að fá langtíma rannsóknir á hversu vel það kemur út fyrir fólk að vera fórnarlömb. Já,
En þetta ég sammála honum með þessi 4 punkta þarna maður. Já. Þessi símar eru náttúrulega bara hræðilegir fyrir ungt fólk, sko. Já, og þú veist... Og fullorði líka, sko. Þetta er náttúrulega hræðilegt fyrir alla og hvað þá ung, óhörnuð börn sem eru á mótunar skeiði. Og þau náttúrulega, sko, taka það skýrt fram með þetta að þau eru með menntun, sko. Hann er náttúrulega búin að læra kynjafræði og hún er búin að læra sálfræði og það er, sko, algjörlega galið að einhver maður sem með stúdenspróf skuli fara að tjá sig bara, þú veist, hann er skýtt með alla hans reynslu í þá áratugi sem hann hefur verið að vinna með börnum og ungmennum. Ja, hann er ekki búin að fara í heila þáttastöðuna sem háskólanir eru, sko. Þá hann getur ekki tjáð þetta, sko. Nei, hann hefur engar forsendur til þess og það er mjög skaðlegt að það sé ekki eingöngu útskrifaðir kynjafræðingar sem að séu að taka þessa umræðu. Ef það eru einhverjir sem eru ekki búin að útskrifast úr kynjafræðinni að reyna að tjá sig á þessum vettvangi, þá er það náttúrulega bara stór hættur. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengd, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.